Já, komið sæl. Morgundagurinn var afar fínn mest allt land sólríkur en það breytti svona fljótt þegar leið á nóttina þegar við fengum lægð hér askvaðandi upp að landi þegar leið á nóttina og hún er nokkuð kröpp þessi lægð og myndaleg skil sem að henni fylgja og hér klukkan 16 í dag þá var lægðin hér rétt suður af landi og við sjáum hér samsetta mynd úr gervitungli sem úr veðursjám sem að að finna hér á landi. Þannig að við sjáum skilin hvernig þið liggja hér yfir syðsta hluta landsins og teygja sig hér inn til norðausturs inn á Austfirði. En það var að þessu sökum nokkuð hvasst og á landinu og þá sérstaklega á Suðausturlandi þar sem að vindur hefur staðið á fjöllum og verið að fara yfir 30 metrar á sekúndu í kviðum sem getur verið nokkuð erfitt sérstaklega fyrir bíla sem eru viðkvæmir fyrir kröftugum vindi. En við sjáum betur ef við förum hér á yfirlitsmyndina frá hátíð að lægðin hér suður á landi klukkan 12 í dag, nokkuð kröpp, skilin komin upp inn á sunnanvert landið og þessi lægð mun svona eiginlega stjórna veðrinu hjá okkur næstu daga. Hún leita hér til norðausturs hægt og bítandi á morgun, vindátt verður því smám saman norðlægari og svona mesta ákveðni úrkomunni færist því yfir á Norðurland þegar líður á morgundaginn og virðist alltaf vera svo fram á helgina. Og því miður að þá mun nú lægðin draga hér til suðurs kalda loftmassa sem hér norður og vestur af landi. Þannig að það verða svona napri dagar framöndan hjá okkur með lágum hitatölum og hugsanlega snjókomu eða slitið til fjalla Norðurlands. En það viðvörun í gildi núna á Suðausturlandi þar sem vindur hefur verið að fara yfir 30 metrar á sekúndu í kviðum eins og áður sagði. En þessi viðvörun hún dettur nú í gildi bara innan skams eða klukkan 9 nú síðar í kvöld og við sjáum að hvernig norðanáttin verður meira ríkjandi í þessu hjá okkur og það mun rigna bara nokkuð duglega og köflum norðanlands á morgun en það ætti að vera þurrara hér sunnan og vestan til á landinu þá verður nú ekki endilega flenni sól hjá okkur. Þetta klukkan 8 í fyrramálið. Þá sjáum við stöðuna hvernig hún verður hiti svona víða, kannski á láglendi þetta 5 til 10 stig en farin að skríða nokkuð nærri frostmarki til fjalla og því viðbúið þessi súrkoma sem fellur í fjallendunum Norðurlands verði snjókoma eða slitta. Síðan breytist nú kannski ekki svo íkja mikið nema svona þegar líður á morgundaginn nema það verður kannski aðeins meiri ákveði í úrkominni norðvestan til þegar líður á daginn eins og við sjáum hér en seinnipartinn á morgun þá staðan svona nokkuð áþekkar helst að hiti fari yfir 10 stigin hér allra síðst á landinu en annars verðum við að vinna með nokkuð lægri hitatölur og strekkingsvindur í þessu víða land og talsverð rigning í þessu sérstaklega á norðausturhorninu eða slitið að snjókoma til fjalla. Og síðan heldur þetta nú áfram á föstudaginn svo sjáum hér en svona megin þungin í úrkomin hann færist yfir á norðvesturhornið svona dregu bæður vindi og úrkomu svona mestu úrkomu ákveðinni á norðausturhorninu. Þannig að föstudagurinn nú bara nokkuð svipaðar áfram en heldur meiri vindur hér vestan til á landinu og gæti jafnvel ringt eitthvað hér á suðvesturhorninu allan að hluta úr degi á föstudaginn. En sem betur fer að þá ætla nú þessi norðanátt að smá saman að ganga niður þegar líður á helginu það allan svona dregur úr þessu fram á laugardag. Gæti verið nokkuð bjart yfir sunnan og vestan til á laugardaginn en norðan og austanlands verður nú áfram eitthvað rigning en minni vindur í þessu og áfram mun að sjá halda að draga úr fram á sunnudag og við sjáum hér að það er svona orðið öllu skapleira veður víðast hvar á landinu þó vissulega munum nú áfram rigna í einhverju mæli norðan til á landinu og svo spáreikn að gera ráð fyrir að það geti myndast skúri síðdegis hér allra síðst á landinu. Þannig að við verðum í norðlægri átt hér næstu daga, hún verður köld og kalsarigning á láglandi fyrir norðan og viðbúið að það muni snjóa eða gera slitið að snjókoma til fjalla sem gæti haft áhrif á fjallvegi og heiðar Norðurlands. En við skulum segja þetta gott í bili. Verið sæl.